Já, góðan daginn og hjartanlega velkomin hingað til okkar í streymi í Borgarleikhússins. Ég heiti Valur Freyr Einarsson og ég ætla að lesa fyrir ykkur í dag aðra sögu í Tídægru sem að Maríanna Klara hóf lestur á þessum sögum hérna fyrir viku síðan eða eitthvað svoleiðis og svo las Hjörtur Jóhann fyrstu söguna í bókinni. En svona aðeins til að þessar sögur, þetta er miðaldasaga sem byrjaði skrifuð 1350 eða eitthvað svoleiðis, strax eftir pláguna miklu. En sjálfa sögurnar eða sjálf sagan gerist í miðri plágunni, þar sem það eru 10 mann sem að fara út í sveit og segja hvort öðru sögur. Ég ætla að lesa hérna fyrir okkur smá upp úr hérna umfjöllun á bókinni. Það eru 6 konur og 4 karlmenn sem að hittast í kirkjunni Santa Maria Novella í Flórens og ákveða að fara frá borginni í miðri plágunni og búa í 10 daga á afskekktum stað í sveit til að endurheimta fyrri lífsgleði og listisemdir í heimi þar sem að allt er á hvolfi og lög, mannleg eða guðleg, er ekki lengur í gildi. Á þessum 10 dögum segir hvert þeirra 10 sögur, eina á dag, samtals 100 sögur skylt efni fyrir hver dag. Tilgangurinn með því að segja sögur er samt ekki einungis að flýja hörmungar og létta sér lífið á meðan hinir þjást. Samkvæmt trú manna á 14. öld var söngur og skemmtan, dans og hlátur, einnig læknisfræðileg aðferð til að halda heilsunni. Læknisráð til að halda frá sér illum vessum sem gerðu menn móttækilega fyrir plágunni. Hugarástand manna hefur áhrif á líkamsástand, en fræðirit miðalda kváðu á að besta aðferð til að halda heilsu væri að æfa 2 á dag á undan máltíðum, stunda tónlist, söng og dans eftir máltíðir og að iðka samræðulist dag hvern. Og ég held að þetta séu ennþá holl og góð ráð, þó þetta sé skrifað á miðöldum. Ég finn það allavega fyrir mig sjálfan að aðeins að reyna að hreyfa búkinn og halda og lesa góða sögur sem eru hugsanlega uppbyggilegar getur verið bara algjörlega lífsbjörg, eða svo má segja. En ég ætla semst að lesa hérna aðra sögu í þessari bók sem er þá skrifuð eða sögð fyrsta daginn, saga 2. Og hún fjallar það er gyðingur að nafni Abraham, hann fer til Rómar hirðar, hvattur af Jóhannesi frá Kivigni og þegar hann sér spillingu klerkanna hverfur hann aftur til Parísar og gerist kristinn. Saga Panfiló vakti á köflum hláturs og stúlkurnar lofuðu að hann hástöðum. Þau hlustuðu öll af athygli og þegar henni lauk bað drottningin Neifili sem sat hjá Panfiló að halda skemmtunina áfram með nýrri sögu. Neifili sem var ekki síður kurteis en hún var forkunnarfríð svaraði glaðlega, hún vildi það gjarnan og byrjaði eins og hér segir. Panfiló hefur í sögu sinni bent á að kærleikur Guðs lítur fram hjá yfirsjónum okkar þegar þær spretta af ástæðum sem við fáum ekki séð fyrir og ætla ég í minni sögu að sýna hvernig þessi sami kærleikur ber breiskleika þeirra sem ættu í orði og verki að vera hann lýsandi dæmi en hegða sér þveröfugt. Þannig er hann okkur óræk sönnun óskeikult réttlæti. En með þessu vil ég stuðla að því að við fylgjum trú okkar fram að meiri staðfestu. Það hef ég heyrt, ágætu stúlkur, að eitt sinn bjó í París kaupmaður nokkur, mikill og mætur, Jóhannes frá Kivigni að nafni, frábælega vandaður og hreinskiptinn, rak hann volduga vefnaðarvöruverslun. Hann var náinn vinur feikilega auðugs gyðings sem hét Abraham og einnig hann var kaupmaður og frábælega hreinskiptinn og vandaður. Vegna þess hve vandaður hann var og trúfastur, hafði Jóhannes af því þungar áhyggjur að sál þessa mæta góða og vitra manns myndi farast af því að hann hafði ekki tekið hina sönnu kristni trú. Svo hann fór að eggjan vinsamlegum orðum
að láta af villu gyðingtrúar og snúa sér að kristnidóminum, sem væri heill og góður og breyttist stöðugt út og dafnaði, eins og hann gæti sjálfur séð. Aftur á móti hrakaði hans eigin trú bersýnilega og myndi brátt verða að engu. Gyðingurinn svaraði því til, hann teldi að engin trú væri heil og góð nema gyðingatrúin og hann hefði fæðst til þeirrar trúar og hegðist lifa í henni og deyja og ekki gæti nokkur hlutur haggað þeirri ákvörðun hans. Svarið aftraði Jóhannesi samt ekki að ítreka áskorunina nokkrum dögum síðar og sýnunum fram á, óhefluðum orðum eins og kaupmönnum tamt, af hvaða ástæðum trúarbrögð okkar stæðu gyðingdóminum framar. Og enda þótt Abraham væri lærður í gyðingafræðum, þá fór svo að annarkvort vegna hins mikla vinarhugar hann bar til Jóhannesar, eða máski vegna þess hve snortinn hann var af orðum hans, sem heilagur andi lagði þessum fávísa manni á tungu, að hann tók að kunna fortölum Jóhannesar vel. En trú hans var óskert, hann vildi ekki láta af henni. Því meir sem hann þráaðist við, þeim mun ákafar storkaði Jóhannesson. Uns þar kom að gyðingurinn, yfirkominn af þessu stöðuga áreiti, sagði: Heyrðu mig, Jóhannes, þú vilt umfram allt að ég verði kristinn og ég reiðubúinn til þess með einu skilyrði, að ég fari fyrst til Rómar og kynni mér mannin sem þú kallar umbjóðanda Guðs á jörðu, rannsaki líferni hans og siðu, svo og bræðra hans kardinálana, og ef mér sýnast þeir vera slíkir menn að þeir ásamt röksemdum þínum sannfæri mig að trú þín sé æðri minni eins og þú hefur kappkostað að sanna mér, þá mun ég gera það sem ég hef heitið, ella verð ég gyðingur áfram eins og ég nú. Þegar Jóhannes heyrði þetta varð honum býsna fennt og hann sagði við sig sjálfan: Ég hef sóað kröftum mínum sem ég taldi mig nota með árangri. Ég hélt ég hefði sannfært mannin. En faran til Rómar, hirðar, og sjái hið fúla þorpara líf sem klerkastéttin lifir, þá ekki efamál að hann verður ekki kristinn, heldur snerist hann fortakslaust aftur til gyðingatrúar ef hann væri orðinn kristinn. Og hann beindi orðum sínum að Abraham. Vinur minn góður, hví skildirðu taka á þig allt þetta erfiði og alla þá sóun sem því fylgir að fara til Rómaborgar? Hafðu í huga að þessi leið yfir sjó og land háskaleg fyrir auðugan mann eins og þig? Heldurðu hér sé ekki neitt sem getur skýrt þig? Heldurðu að hér sé ekki neitt sem getur skýrt þig? Og hafur einhverjar efasemdir trúna sem að ég hef dregið upp fyrir þér? Hvar heldur þú finnir meiri og lærðari boðbera trúarinnar en hér í París og hæfari að svara spurningum þínum og leysa úr vandkvæðum þínum? Fyrir því þessi ferð að mínu viti alveg ónauðsynleg. Þú verður að muna að prelátar kirkjunar í Rómaborg ekkit frábrugnir þeim sem þú hefur séð og getur enn séð hérna, nema ef vera skildi vegna þess að þeir eru nákomnari aðal hirðinu. Viljuru fara að mínu ráðum, þá skaltu geyma þér orkuna til pílagrímsferðar þangað til ég get kannski slegist í för með þér. Þessu svaraði gyðingurinn svo: Jóhannes, ég trúi því að þú segir satt og rétt frá, en í fáum orðum sagt, viljuru í raun réttri ég fari eftir því sem að þú hefur hvatt mig til, af svo mikilli þrásækni, þá ég að fullu til þess búinn að fara þangað. Að öðrum kosti geri ég ekki neitt. Jóhannes sá hvað honum leið og sagði: Farðu þá og gæfan fylgi þér. Hann var viss að Abraham myndi aldrei verða kristinn eftir þegar hann hefði á annað borð séð til hirðarinnar í Róm og lét af öllum fortölum, taldi það ekki neinu breyta. Gyðingurinn steig á hestbak og reið allt hvað af tók til Rómarhirðar, þar sem gyðverskir vinir hans veittu honum hlýjar móttökur. Og þarna kom hann sér fyrir án þess að segja neinum til hvers hann væri kominn og fór að kynna sér að kostgæfni hátterni páfans
kardínálana og annarra preláta kirkjunar og allra hirðmannanna. Hann var vel viti borinn og þegar hann bætti upplýsingum frá öðrum við það sem hann sá, fékk hann ekki dulist þess að hver og einn og einasti þeirra, bókstaflega talað, frá hæstu stigum til hinna lægstu, var svívirðilega hneigður fyrir losta syndir og ekki einasta þær sem eðlilegar mega teljast, heldur einnig sódómísku, og sýndu þeir ekki vott að samviskubiti eða iðrun. Svo langt gengu þeir að möguleikar vændiskvenna og ungra pilta til að fá æðstu hylli voru nær takmarkalausir. Þessu til viðbótar sá hann berlega að þeir voru mathákar upp til hópa, þjórarar og drykkjuboltar og að kynlífsvallinu sleftu kusu þeir fremur að þjóna maga sínum en nokkru öðru, eins og villtar skepnur. Við nánari athugun sá hann að þeir voru yfir höfuð ágjarnar aurasálir og voru jafn búnir til að selja mannsblóð, þar að segja kristið blóð, eins og að græða á hvers konar helgum hlutum, hvort sem þeir heyrðu sakramentunum til eða prestkallinu. Í þessari viðleitni sinni höfðu þeir meiri umsvif og fleiri miðlara en finnanlegir voru á öllum mörkuðum Parísar, að vefnaðunum meðtöldum. Þeir höfðu gefið nafnið umboðssala þessari óduldu verslun með helgadóma og græðgina kölluðu þeir framfærslu viðleitni, eins og Guð léti sér sjást yfir merkingu orðana og væri allsendis ókunnugt hvað vekti fyrir þeirra spilltu sálum og léti því blekkjast eins og mennirnir af nafninu einu saman. Allt þetta og marga aðra hluti sem varlegra er að þegja yfir þótti gyðingnum sem var maður vel að sér og ráðvandur harla viðstyggilegt. Honum þótti sem hann hefði séð nóg og ákvað því að halda aftur til Parísar. Þegar Jóhannes frétti af endurkomu hans, þóttu honum næsta ólíklegt að vinur hans hefði snúist til kristinnar trúar og hraðaði sér heim til hans og það urðu fagnaðarfundir. Og þegar Abraham hafði hvílst í nokkra daga, spurði Jóhannes hvaða skoðun hann hefði myndað sér heilagan föður og kardínálana og aðra meðlimi hinnar pápísku hirðar. Þessu svaraði gyðingurinn samstundis: Afar slæma og megi Guð refsa þeim öllum í hvívetna. Og ástæðan til þess að ég segi þetta sú, nema glámsýni hafi blekkt mig, að enginn þeirra sem tengist kirkjunni virtist mér sýna minnsta vottum heilagleika, guðhræðslu, kærleika, siðgæði í háttum eða neina aðra dyggð. Þvert á móti virtust þeir kalla eftir kafsóknir í girnd. Þvert á móti virtust mér þeir allir kafsóknir í girnd, græðgi, aurasýki, pretti, öfund, hroka og aðra áþekkar syndir og verri ef til eru. Ég álít þennan stað gróðrastíu djöfullegs fremur en guðlegs hátternis. Og eftir því sem ég fæ séð þá virðist æðsti prestur ykkar og allir hinir sömuleiðis róa að því öllum árum að gera kristna trú að engu og afmá hana af yfirborði jarðar. Einmitt þeir hinn sömu sem ætti að vera grundvöllur hennar og stóðkraftur. En þar augljóst að viðleitni þeirra árangurslaus og að trúarbrögð ykkar eflaust jafnstöðu og stafa frá sér æ meiri ljóma og krafti, þá hlýtur heilagur andi vera grundvöllur þeirra og stóðkraftur, þar sem þau eru heilagri og sannari en nokkur önnur trúarbrögð. Fyrir þá sök og af því áður stóð ég fastur og óhagganlegur gegn áskorunum þínum og vildi ekki verða kristinn, þá segi ég þér núna hreinskilningslega að ekkert í heimi getur aftra mér að taka kristna trú. Göngum því til kirkju og látum skýra mig eftir hefðbundnum helgisiðum ykkar heilugu trúar. Þegar Jóhannes, sem hafi búist við allsendis þveröfugri niðurstöðu, heyrði hann segja þetta, þá gladdist hann mjög.
sælli maður hefur ekki sést. Og hann tók Abraham með sér til kirkju vorrar frúar í París og bað klerkana að skíra hann. Það gerðu þeir jafnskjótt og þeir heyrðu að hann æsti þess sjálfur. Jóhannes var hans skírnarvottur og gaf honum nafnið Jón. Og að því búnu fékk hann til lærðustu menn að fræða hann ítarlega kristna trú og hann var fljótur að tileinka sér hana. Upp frá því var hann góður og gegn maður og heilagur í háttum sín. Og þar með lýkur þessari annarri sögu í Tvídægru, eftir Giovanni Boccaccio og ég þakka fyrir mig og vona að þið hafið haft ánægju af. Góðar stundir.